Góðan daginn. Í dag er það 8. kaflinn sem við ætlum að fjalla og það eru börn og bækur, bókalestur almennt og þess háttar. Uppeldisgildi bóka er mjög mikið og það er sérstaklega þegar maður spáir í málþroska og orðaforða og svo aftur þegar þau eru orðin eldri færni í ritun. Bóklestur getur hjálpað til við tilfinningatengsl eða hjálpað börnum að bera kennsl á tilfinningar. Þetta er undirbúningur fyrir lestrarnám. Sjónvarp og tölvur taka hins vegar æ meiri tíma á kostnað bókarinnar og við þurfum að passa það svolítið vegna þess hversu mikilvægt þetta er. Oft er talað líka að lestur bóka er róandi í erli dagsins. Það er róandi að setjast niður með foreldri eða einhverjum forráðamanni og lesa í rólegheitunum. Fyrirmyndir í bókunum kenna börnum margt, til dæmis lausnir ýmissa mála, hvernig hægt er að komast yfir erfiðleika, leiðir varðandi samskipti og fleira og það eru komnar mjög margar bækur núna, til dæmis varðandi reiðistjórnun, kvíða og alls konar svona hluti, þar sem verið er að kenna ungum börnum hvernig hægt er að bregðast við. Lestur er náttúrulega líka einnig öflugt tæki til að efla þekkingu og orðaforða og það sem helst einkennir námserfiðleika, það er slakur orðaforði, ef orðaforðin er ekki nógu mikill. Orð eru uppistaða hugsunar. Þannig að ef vantar upp á orðaforða barnsins, þá getur það átt í erfiðleikum seinna meir við námið. Það er bara búið að sýna það aftur og aftur. Barnabækur eru náttúrulega flokkaðar eftir í hvaða aldurshópi þær eru ætlaðar. Það er ekkert sama fyrir, maður tekur ekki sömu bækur fyrir mjög ung börn og svo eldri börn. Og þannig eru börn fyrir mjög lítil börn, það eru til dæmis myndspjaldabækur eða harðspjaldabækur og bækur sem hægt er að taka með í bað og þess háttar. Síðan er það myndabækur þar sem þau eiga að benda á ákveðna hluti eða fletta einhverju. Og það eru bækur fyrir læsa barnið, það er stutti kaflar þar sem fjalla eitthvað þröngt svæði, litlar bækur. Og svo er það bækur fyrir eldri börn, þar sem er komið samfelldur söguþráður og spenna. Saga barnabókanna er rakin svona sirka 200 ára aftur í tímann. Eða til breyttra viðhorfa til bernskunnar sem fylgdi í kjölfar bókarinnar Rousseau Emil. Og við fjöllum einmitt Rousseau í fyrstu köflunum, í kafla 1 og 2 þegar við vorum að tala fræðimennina. Og þar kemur þetta að börn áttu ekki að vera litlir fullorðnir. Börn hugsa ekki eins og fullorðnir og þau þurfa að fá svigrúm til athafna og þroska á sínum eigin forsendum. Þetta var í fyrsta skipti sem þessar hugmyndir komu upp. Og barnabækurnar fylgdu þá eftir. En það voru samt nokkrir sem sömdu bækur með þarfir barna í huga fyrir daga Rousseau sem svo til dæmis Comenius. En bækur á þessum tíma voru samt munaðar. Fátækra fólk gat ekki keypt bækur, enda á þessum tíma voru náttúrulega verið að koma skólum á stað og annað, þannig það voru kannski ekki mjög margir læsir af þeim sem voru ekki eins mjög efnaðir. Og bækurnar fjölluðu á þessum tíma alltaf ævintýri og sígildan boðskap, það sem gott og illt tekst á og þetta góða vinnur að lokum. Þetta er líka kirkjan, eins og til dæmis á Íslandi, að þá sá kirkjan algjörum bókaútgáfu. Guðsorðabækur voru megin uppistaðan í útgáfunni og þetta voru þjóðlega bókmenntir. Það var lesið af handritum frekar heldur prentuðum bókum. Veraldlegar sögur eins og ævintýr og rímur nutu samt mikilla vinsælda meðal fólks og svo aftur sálmar og vers. Stefnurnar í bókmenntum eru 3 sem við ætlum að fjalla núna. Það er upplýsingastefnan, það er fræðsla, það er rómantíska stefnan með ævintýrunum og öllu því og svo er raunsæi, þar sem söguhetjurnar eru venjulegt fólk. Augu manna hafa síðasta ár verið að opnast fyrir gildi góðra barnabókmennta og hversu miklu máli það skiptir að það sé lesið fyrir börn og rætt efni bókanna. Ekki bara lesa, heldur líka ræða eftir að bókin var kláruð og þá fara aðeins yfir svona hvað var að gerast. Og áður voru þetta sérstaka stúlkubækur og sérstaka drengjubækur. En það hefur dregið svolítið úr útgáfu þessum bókum og þetta er orðið meira bækur fyrir bæði, sömu bækurnar fyrir báða. Það eru til leynilögreglusögur, teiknimyndasögur, unglingabækur og ævintýrabækur eins og þið kannist við. Og þetta verður bara ekki lengra núna. Þetta var ekki langt.